Höldum áfram með föstudagsþáttinn og við ætlum að færa okkur yfir á svolítið jólalegri nótur og tala jólatónleika því að jólin heima verða send út frá Bifröst í Skagafirði þann 20. desember klukkan 8 og hingað til þess að ræða það eru komin þau Jóhann Daði Gíslason og Malen Ásgeirsdóttir. Verið velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Þið ætlið að tróða upp þarna 20. des ásamt fleirum náttúrulega. Já. Hvernig kom þetta til? Hver átti hugmyndina að þessu? Herðu, sem sagt, það var ég og einn annar sem sem sagt í hljómsveitinni. Við byrjum kannski að hlusta á jólalögin aðeins og snemma. En þá kom þessi brillíanta hugmynd náttúrulega á hverju ekki bara halda jólatónleika. Já. Það er náttúrulega ekki mikið það á þessum tímum. Nei, ég mitt að því að í venjulegu ári hefðu kannski allir og ammaðra verið að halda jólatónleika. en núna einhvern veginn ekkert náttúrulega bara. Nei. En þið hafið samt ákveðið að kýla á þetta? Já, og það náttúrulega voru bara frábæra fréttir þegar nýju sóttvarnareglurnar komu og það megi vera 30 manns upp á sviði, þannig að það er mjög gott. Já, fínt fyrir okkur, við erum svolítið mörg. Já, En við þurfum náttúrulega að hugsa þetta bara út líka öðru sinni núna, að hafa þetta á svona stream, Tindastóll TV. Einmitt, það geta allir hvar sem er á landinu hort á þetta. Já. En það náttúrulega kannski opnaðist þá líka samt möguleiki því að geti haft einhverja örfáa samt í salnum líka, þannig að. Já. En og fyllið þið alveg upp í kvótan 30, hvað eru þið orðin mörg haldið? Nei, við náum ekki held í alveg 30, en þetta við gæti verið bilinu 15 til 20. 15 til 20, já, það er nú ansi veglegt, sko, það er nú bara svo góðum stórtónleikum. Nefnilega. Hvernig völdu þið svona þá sem taka þátt? Bara er þetta allt góði vinir eða hvernig? Já, það þekkist allir henni. Já, þetta er náttúrulega allt krakkar frá Sauðárkróki eða ættir frá Skagafirði og mörg okkar eru búin að vera saman í Fjölbrautaskólanum að leika í leikritum og syngja saman og svona, þannig að við þekkjumst nú öll fyrir, sko. Já. En já, svo er þetta svolítið bland, við erum nú alveg frá 17 ára til 30 eða eitthvað, þetta er svolítið svona blandaður hópur, en bara mjög gaman hjá okkur. Skemmtilegt og hvernig veljið lögin? Er þetta svona þekkt jólalög mest eða er eitthvað frumsamið inn á milli eða hvernig er þetta? Sko það er eitt frumsamilag eftir hann Sigvalda Helga sem við ætlum að taka en svo er allt hitt jólalög, bæði á íslensku og ensku og svona mest held ég þekkt lög. Já, spennandi. Svolítið svona catchy og hrest bara hjá okkur. Og þið fáið að setja svona ykkar mark á þetta. Já. Gera þetta smá okkar. Einmitt. Og er þetta tvær hljómsveitir, skildi ég það rétt? Já. Þetta eru tvær skagfirskar hljómsveitir sem ákveða að vera bara að gera þetta einni heild, sko. Já. Þannig og það er bara sameinast á sviðinu, þannig að þetta verður eitt svona ofurband. Þetta verður eitt ofurband. Já. Einmitt, glæsilegt. Og allt skagfiskilistamenn, eins og þið segið. Og þið sögðu mér þetta fyrir viðtal að sveiflukóngurinn er í jólafríi, þannig að það sjá bara aðrir að halda upp í stuðinu. Já, það er nýja kynslóðin sem tekur þetta sér núna. Yngri kantinum, já. En það er bara frábært að leyfa nýjum straumum að blása svolítið. Nákvæmlega. Það sé bara ljómandi gott. Og þetta í fyrsta sinn er það ekki sem svona streymistónleikar fara fram frá Bifröst, er það ekki? Sko, það hefur verið alltaf, það er einhver svona tónleikar yfirleitt á sumrin sem þá er selt inn og bara stundum streymt á Facebook bara. Já. En annars er þetta svona, held ég, ef ég er farið rétt með, þá er þetta fyrsta alvöru sem var að setja svona alvöru púður í þetta. Já, þar sem þetta er svona gaggerir streymistónleikar, má segja. Já, þannig, og hvernig eru þið byrjuð að æfa á fullu? Já, við vorum með söngæfingu í gær, við vorum að reyna að útsetja svolítið bakaröddurnar, ég er búin að komast að því að flest jólalög eru með kór af bakaröddum, þannig að við erum búin að vera að útsetja það og búin að vera að æfa svo náttúrulega búin að vera að æfa með hljómsveitinni í Bifröst, bara búið að ganga mjög vel, ég er mjög stolt á okkur öllum. Æðislegt. Og hvað eru þið mörg sem eruð að syngja? Ég er farin með rétt. Þá er það 9 söngvari sem eru að koma fram.
Já. 9 söngvar, það munar ekki. Þannig að því að í rauninni eru með alveg efni í kórinn. Já, við skiptumst á að vera í bakgröndum. Það er allir að syngja í bakgröndum svona inn á milli, þá reddast þetta alveg. Einmitt. Já. Og það er dálítið, söngvararnir, það eru einhverja svona tengingar á milli, er það ekki? Jú, við erum nú alveg nokkuð systkini hann. Já. Þetta eru það eru allir, skildir. Skildir, já. Á einhvern hátt kannski. Sko. Já, þannig þetta í grunninn er þetta kannski einhver leyti svona pínu fjölskyldu framtak. Já, það eru hann að tvíburar og systkini og Já. Já, einmitt. Eins og ég segi, svo erum við öll búin að vera að leika saman á þessu sviði og syngja og hann að þetta er allt tengt. Þannig að þetta verður bara notalegt og skemmtilegt fyrst og fremst. Já. Æðislegt. Og eigið þið ykkur einhver svona uppáhalds jólalög? Spyr ég nú bara því að þið eru að ráðast í þetta. Það er, komum svo mörg til greina. Já, þetta velji eitthvað eitt. Það var ábyggilega nýja lagi með Baggalút og sem Bríett og Valdimar syngja. Já, það er uppáhalds í augnablikinu. Ég fæ að taka hérna dífulag á tónleikunum All I Want for Christmas is You. Geggjað. Það verður stuð. Það er frábært. Það er náttúrulega orðið, ég held að það sé bara farið að veita lögum eins og Last Christmas og White Christmas samkeppni mest spilaða jólalagið. Já, algjörlega. Þannig að það er nú ekki leiðilegt að fá að spreyta sig á því. Nei, nákvæmlega. Þetta í fótsporum Mariah Carey. Nákvæmlega. Akkurat. Nei, og sjáu þið fyrir ykkur að gera meira ef þetta gengur vel og svona að hafa fleiri tónleika? Já, það er sem sagt, allavega það er svona framtíðarspá að hafa þetta árlegt. Árlegt, já. Allavega að reyna. Já. Ekkert farin að gæla við að hafa páskatónleika eða finna einhverja svona aðrar hátíðir. Kannski bara einhverja tónlistarhátíð að sumri til. Já, af hverju ekki? Já. Nákvæmlega. Ég held að það væri nú bara margt vitlausara heldur en þegar þeir með allt þetta hæfileika fólk á svæðinu, af hverju ekki að virkja það og búa til eitthvað skemmtilegt. Nefnilega, þetta er bærinn og fjörðurinn er stútfullur af hæfileika ríku fólki. Já. Og náttúrulega frægur fyrir að vera söngelskur fjörður, þannig að þetta er bara borðleggjandi, finnst mér. Nefnilega. Já, þannig að og fyrir þá sem vilja fylgjast með streyminu, þetta verður eins og áður kom fram, tindastoltv.com og á YouTube rás Tindastóls, og og verður, og það er þetta að fylgjast væntanlega með undirbúningi kannski eitthvað á samfélagsmiðlum eða er einhver svo staður sem hættir að... Já, það er sem sagt, það er hægt að finna viðburðinn á Facebook. Já. Það er sem allar svona upplýsingar og hvað er hægt að nálgast streymi og allt það kemur inn og einmitt þessi tónleikar er líka sem sagt allur ágóðinn af þessu tónleikum. Hann mun renna til Fjölskylduhjálpar Skagafjarðar. Já. Þannig að ef maður er að gera eitthvað gott í leiðinni líka. Já, styrkja eitthvað. Já, og fólk getur einmitt líka lagt inn sem sagt bara á þetta til Fjölskylduhjálpar. Frábært, frjálsframlög og frjálsframlög. Dásamlegt. Þetta er ótrúlega flott framtak, þannig að fólk leitar þá bara að jólin heima inn á Facebook. Hvetjum alla til þess að gera það og fylgjast svo með streyminu þann 20. desember klukkan 8. Já. Og ég vil bara takka ykkur kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja ykkur frá þessu og gangi ykkur vel. Takk fyrir að fá okkur. Þetta er geggjað.